Alveg. Þú spáði í öðru sæti hér í þessari spá formanna, leikmanna og fyrirliða. Hvað leggur í svona spá? Tökum einhverja mark á þessu? Nei, ekki þannig, það skiptir ekki öllu máli, en við erum okkar markmið og við höldum okkur við þau og ég meina spá er bara spá og ég meina við vissum það að Haukunum er í spá góðu gengi, þeir eru búin að manna sig ansi vel og nú er það bara okkar að reyna að breyta þessari spá, já. Missið Helenu út úr liðinu út þjálfarateyminu, ekki? Já. Og síðast núna yfir til Haukana. Hvað skilur hún eftir í... Hún er náttúrulega mikill leiðtogi og frábært inntak og náttúrulega stórt skarð að fylla en við erum líka með fullt af leikmönnum sem að þekkja þetta hlutverk vel og eru leiðtogar og þurfa bara að taka stærra hlutverk á sig núna og unga stelpur sem að bíða spenntir eftir að fá tækifæri, þannig að þetta eru spennandi tímar. Ja. Þið vantilega að fara inn í tímabili bara og ætla að verja ykkur titil? Auðvitað. Já. Auðvitað gerum við það. Það er ekkert annað í stöðunni. Hvað þurfa að gera til að svo geta orðið? Við hefum langt í land núna, en við erum fyrsta lagi bara að ná að slípa okkur saman. Ég meina þetta er líka breytt lið, við erum með nýjan útlending og sem er frábær, en við þurfum líka að vera í takti bæði hún við okkur og við hana, þannig að við erum svona að slípa okkur saman, þannig að það er mikið að gera núna þá til við verum að spila þann leik sem við viljum spila. Tvær stórar kanónur sem eru í val, ég meina það er Hildur Kjartans og núna Ragna Margrét. Hvenær má búast við þeim á gólfið í 30+ mínútur? Það er rosalega góð spurning. Ragna Margrét, ég veit ekki hvort að hún fari í 30+ mínútur sko. Hún allavega, eins og staðan er í dag, þá bara viljum við fá hana inn á gólfu bara á æfingar. Byrjum á því og Hildur við vitum í raun ekki neitt. Höfuðmeiðsli eru bara eins og þau eru og ég meina, það kemur bara í ljós. Frábært, takk. Takk.